Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við þökkum ykkur fyrir bara áhörnina í gegnum árin og þetta er að vera allmargir þættir sem við höfum gert hér og getum glatt þig með því að við erum ekkert að fara neitt og við ætlum að halda svo áfram svo lengi sem Drottinn vill og hann hefur nú leyft þess að vera í gangi núna alllengi í allmörg ár og meðan að við erum að gera rétt og standa rétt að verki að þá sé ég ekki ástæðu til þess að hann sé neitt að hrófla við því að við verðum að muna það að þetta er verk hans til að byrja með. En ef eitthvað klúðrast, þá klúðrast það vegna þess að ég eða þessi einstaklingur hefur eitthvað verið að gera sem að Drottinn bauð aldrei. Og allt svoleiðis er á hroka og hrokinn fellir alla kristna menn og alla kristnar konur sem á annað borð hrökklast frá sínu embætti og sinni köllun. Og allt er þetta nú til þess gert að tala, að hvetja menn til að vera á varðbergi, leyfa orðinu að tala til sín á hverjum degi, því að ég segi þér, það er mín reynsla, við munum þurfa á því að halda. Því þessi dagur er bara eins og hann er og hann hefur ýmislegt í för með sér og hann geti verið dagurinn sem einhver rekur á mína fjörur sem vill freista mig svolítið. Ég veit að þú ert kraftakall og lætur ekki bugast að neinni freistingu en það er ekki allir eins og þú þá. Ef að þú ert þessi maður sem ég reyndar efast að þú sért. Kokkristi er annað. Kokkristi er undanfarið hroka sem við vorum að tala áðan fellir alla menn og allar konur áður en yfir lýkur. Og hann aftur sjáum við að við ráðum mjög miklu gang mála á Guðs vegi. Og því verður aldrei neitað að þér. Allt vegna þess að Drottinn talaði og orðið segir að hann standi við þess sem hann segi. Og eitt af því sem hann talaði er að hann gaf okkur val til að velja sjálf hvernig lífi við viljum. Val sem hann hlutast ekki til né tekur af okkur með neinum hætti. Þetta val hvernig ég eyði dögunum og ver dögunum fylgir mér svo lengi sem ég dreg andan á þessari jörð. En svo hætti ég að draga andan. Hvað gerist þá? Samkvæmt orði Guðs hefur sálin mín, andi minn, hinn raunverulegi ég, komist á þann stað sem að ég í raun og veru hef valið fyrir hann. Þannig að við erum ekkert að segja neina litlar fréttir þegar við segjum hver Jesús er. Jesús bíður eftir þér og mér og okkur, minn kæri vinur, með útbreiddan faðminn þegar að þeirri stundu kemur og þú munt þekkja hann. Engin spurning. Já, þú ert þessi Jesú, já, segjum við þá. Og við getum sagt að vegna þess að við vorum valdir til þessa samfundar við hann í fyllingu tímans. Þannig við sjáum að lífið er alvöru mál. Og dauðinn svona er bara óbeint til. Líkaminn fer og við höfum hort á eftir allt og mörgum vinum okkar og kunningjum undir niður á sexfötin. En það er ekki allt búið. Og við sem eigum til Jesú í okkar hjarta, huggum okkur og styrkjum okkur við að nú sé þessi og þessi komin til Drottins. Það er bara ágæti spýtti sem að við erum með hjá því að ég raun og veru veit ekkert hvað viðkomandi er, en við getum alveg vita það. Því líklegt er að þú sem að þekkir kristinn mann vitir af því að hann sé kristinn maður vegna þess að hann hefur opinberað þér það oftar en einu sinni og með verkum sínum og tali og kirkjusækni og biblíulestur og öllu því sem að undirstrika það og staðfesta hver hann sé. Og þetta bíður hans. Útbreiddur faðmur Drottins
sem býður hún velkomin til sín. Og ekki bara það, heldur myndu og ég og við vera þar bara, já, það sem eftir alltaf. Þetta nú ekki allir sem trúa þessu, ég veit allt um það. En ég trúi þess eins og nýju netti og þess vegna líka tala ég. Þess vegna líka ætla ég að boða Jesú og meðan að ég hef krafta og ég á krafta til, sem eins og Drottinn hefur sagt mér sjálfur, ég muni halda svo lengi sem ég lifi. Hann gaf mér þessi fyrirheit fyrir allmörgum árum og ég bara upphafi göngu minnur og ykkur að segja, þá held ég í þetta. Bang, þetta verður ekki tekið frá mér. Hvað þetta annan uppörfun og huggun inn í framtíðina sem hann að gefa okkur? Þó maður kannski, þetta var maður náttúrulega ánægður með að fá þessa niðurstöðu, þá var ég nú talsvert yngri heldur en ég í dag en núna ég farin að færast nær þessum stað. En hann segir að ég muni halda kröftum þangað til að bara síðasti andardráttur komin og hann gaf mér þá, ég hef nú sagt frá þess áður, Móse var 120 ára og bara rétt áður fyrir andlátið sitt, þá gekk hann upp á fjallið sem ég veit ekki hvort það var stórt eða lítið en mér skilst að hann ekki verið mjög hátt fjall en samt fjall og það getur nú verið erfitt fyrir svo aldraðan mann að fara þessa brekku þó ekki væri nú neitt svakalegt klifur en þetta gerði kallinn og hann fékk að horfa þaðan yfir fyrirheitnalandi sem honum var meinað að fara til vegna óhlýðni sinnar við eitt atriði sem að hann braut gegn Guði með sem var nótið þess að hann fékk ekki að fara. En Drottinn í kærleika sínum og elsku leyfur honum að sjá það. Og ef ég man þetta rétt að þá sem sagt gefur hann upp andan þar. Og við sjáum líka að hann hefur verið alveg full frískur. Hann hefur verið hraustur og líkamann og því að maður sem fer fjall léttilega eins og hann gerir á þessum aldri sjáum við að hefur verið nokkur hraustur. Og þetta er það sem að Drottinn gaf mér fyrirreitu sem að ég held í og trúi og ég get líka státað að því að ég hef nú verið nokkur heilsur hraustur í gegnum tíðina, eiginlega bara allt mitt líf. Ekkert svona glímt við neinn alvarleg veikindi nema í sambandi við þetta COVID á sínum tíma en það er allt saman að baki og sigrað og allt saman það. Ég man eftir því þegar ég fekk það að þá kom þessi hugsun upp í hjarta mitt að þessi fyrirheit sem hann gaf mér. Þannig ég vissi alltaf hvar ég myndi koma og lenda og enda. Og hér er ég í mínu gamla stól og mínu gamla svæði og ekkert að fara neitt. Og ekki bara það, heldur held ég áfram að vinna þau verk sem að Drottinn hefur kallað mig til að vinna, sem að tala þessi yndislegu orð sem að uppörva þig og mig og okkur öll og við eigum saman í raun og veru því að þetta er auðvitað sameiginleg mín og þín og allar kristinna manna, þetta Guðs orð og þessi hvatning sem að gengur út af Guðs manni og Guðs fólki. Það er ekkert enga Guðs manna og Guðs kvenna að eiga þessa gjöf sem heitir orð Guðs. Okkur ber skylda til að varpa því út til hinna. Þetta er fyrirkomulagi á Drottni. Rétt eins og okkur ber skylda til, bara bein skylda til að bera hvort annað uppi í bæn. Ef ég bið fyrir þér, minn kæri vinur, sem ég gerir oft, þá er ég bara að gera skyldu minna. Þú þarft ekkert að þakka mér neitt fyrir það. Ég bara vinna mín verk sem að mér er uppálagt að vinna sem trúaðri manneskju. Eins er það með þessa þætti sem ég er að gera. Þar er sama upp í raun og veru, þetta er bara skylduverk mitt. Og Guð kannski hjálpi mér ef ég væri ekki að gera þetta. Ég veit ekkert hvaða skoðun þú hefur á þessu og í raun og veru varðar mig ekkert um það. En ég mun gera þetta svo lengi sem Drottinn er með mér í þessu. Og það er eitt sem hann lætur okkur alveg hygglust vita um. Ég reyndar hef aldrei verið tekinn úr verki þannig séð sem að Guð hefur sett mig í
En þannig ég veit ekki hvernig tilfinning það er, en ég hygg að ef allt er eðlilegt og ef svo skildi fara, Drottinn vildi skipta út mannesku hér, þá held ég yrði bara sáttur. Þegar Drottinn kann á okkur. Hann tekur ekkert í axlirnar á okkur og svo erum við bara komnir út fyrir. En hann gæti alveg gert það ef ég væri að þráast við. Sumir nefnilega eru þannig að þeir þráast við. Svo allt í einu færi Drottinn nóg, því hann meinar það sem hann segir. Ef hann vill færa til menn, þá gerir hann það, en hann vill gera það með góðu. Og sumir fá alveg langan aðdraganda, en í raun tiltala að því leyti til að hann vilji að þetta gerist. Það er bara á milli Guðs og mannsins einna. Enginn annar veit af því. En ég hygg að maðurinn viti af því. Hvað hann gerir, veit ég ekki. Og hvort hann þrjóskist við, veit ég ekki heldur. Og í raun og veru varðar ekkert það. Því að þetta er á milli Guðs og mannsins einna. Bara eins og ég. Ef ég fengi kall frá Guðum það að nú vildi hann að ég hætti þessu. Að þá væri það bara milli mín og hans. Það sem þú myndir hins vegar sjá væri að þú ert hættur að sjá þannig mann í þessu embætti. Kannski væri þið sama, kannski myndir sakna þess, en hvernig sem væri, þá er það vilji Guðs ef svo kynni að fara. Og enn og aftur komum við að þeim sannleika að Drottinn þarf að fá að tala við mannin. Og hvaða ráð hefur betra því að vera ástundunarsamur við það sem er Guðs. Hefur eitthvað annað ráð, heldur en daglega iðkun í Jesú nafni. Ég endilega bentu mér á það ef þú hefur það. Ég hef það ekki og hef aldrei séð hvernig maður gerir þetta öðruvísi en svona. Ég er bara ég og þú ert þú. Kannski hefur allt að mynda þessu en ég og það er allt í lagi. En það sem að máli snýst er að við erum að setja fram orð Guðs. Við erum að setja fram kennsluna í Jesú nafni og viljum að kennslan sé þetta rétt framsett. Og við gerum auðvitað kröfu til okkar sjálfra og annara að þeir séu þá vel að sér í orði Guðs. En það er ekki mitt áhyggjuefni, hvað þessi mál eru. Mitt áhyggjuefni það snýr alltaf að mér sjálfum. Og ég segi, ok, ég veit ekki hvað aðrir gera, en í dag ætla ég að lesa orð Guðs. Og ég segi það, ég hef oft sagt það, og það er yfirleitt byrjunarverk mitt á morgni dags. Þessi eini kafli sem ég hef lesið, alveg frá upphafi. Þegar ég var að mæðast yfir því að ég myndi aldrei klára þessa bók, hún var svo þykk og Drottinn sagði mér að ég skyldi nú ekki hafa áhyggjur af því þegar ég myndi eiga eftir að lesa þessa bók alla mín ævi. Og þetta yfir 30 ár síðan að þetta kom til mín og þá breytti ég stíl og fór að lesa einn kafla á hverju degi og ég les ekki meira heldur en það. Og nú er ég að tala um Nýja testamentið. Stundum ég reyndar ekki gert það mjög lengi, en inn á milli kannski tók ég einn kafla í Gamla testamenti, 1-2 kafla eða svona eftir því sem að nennan var. Það hefur ekki verið mjög lengi og ég legg ekki mikla áherslu á Gamla testamenti, en ég kíki í það auðvitað eins og allir aðrir og er ekkert neitt að máli vera þarna og það er mikið af gullkornum sem við getum lært af og talað út frá allt saman það er ekki málið. En Nýja testamenti er samningurinn sem hann hefur gert við sitt fólk í Jesú nafni. Og að því hann tók við okkur, þá hefur hann leið, er gamli sáttmáli úreltur fyrir okkur. En hann er alveg í fullu gildi og þú mátt alveg nota hann eins og þú vilt. En hinn er sá sem er gildur. Hann er tekinn yfir hitt verkið.
það er líka mjög áhugavert að hugsa það að hann er tekinn yfir hitt verkið, þannig að það sem að orð Guðs segir í Nýja testamentinu, það er það sem er gilt fyrir okkur, þetta trúaða kristna fólk. Þannig að við sjáum, sem er náttúrulega vandi, að því við erum fólk og erum, ég veit ekki af hverju, en við erum bara fólk og við erum að gera alls konar vegna þess að við höfum ári hvort annað og það er alls konar bull í gangi, við vitum það. Þá erum við að spyrða þetta saman, fletta þetta saman, það sem er úrelt, eins og Drottinn segir það, og því sem er gilt. Ég veit ekki hvernig það er hægt. Það sem er úrelt, það er bara úrelt. En þetta erum við að gera og fullt af kenningum og kennslum eða kenningum og frösum sem við erum að búa til úr Gamla testamentinu, sem við erum að síðan að kenna í fræðunum sem heita Nýja testamentið. Og þetta veldur bara ruglingi. En ruglingi þannig að Drottinn sér á einu stað að nú þurfum hann að fara að snúa ofan að þessu ruglingi. Og hann er að því í dag. Ég hygg að hann sé búinn að vera að því síðustu 10-15 ár. Ég man alltaf eftir því fyrir nokkrum árum, þá kom það mjög skýrt til mín að tími þessar stóru pastóra væri liðinn. Og ég vissi alveg hvað hann átti við. Ég vissi alveg það að menn voru að hefja suma pastóra upp til skýjana. Og sumir pastórar, ekki allir, réðu og ríktu inn í þessum söfnuðum. Þetta var ekki bara okkur einu stað, þetta var svona út allan heim. Og hann sagði við mig, tími þessara manna er liðinn. Og hvað var hann að meina? Jú, ég ætla að taka venjulegt fólkinn sem hefur hjarta til Jesú Krist og láta það stjórna þessum söfnuðum. Ég vissi alveg hvað hann átti við, þó hann hefði ekki sagt meira heldur en þetta, þá kom þessi skilningu líka. Þannig að ég vissi alveg hvað var framundan. Og ég var mjög sáttur við það því að ég vil bara, þeir sem að kenni mér sé bara fólk með hjarta sem Drottinn hefur fengið að eiga við. Mér var það ekkert þessa einhverja konga eða drottningar sem að vita allt og skilja allt og er vamlaust fólk að eigin áliti. Fyrir utan svo það, og það veistu jafnvel og ég, að það er engin vamlaus. Veistu það, ég er nú búin að þekkja fullt af fólki í gegnum mín 68 ár. Og ég hef aldrei kynnst vamlausri mannis. Ég hef kynnst fullt af góðu fólki og er heppinn þar. En ekkert af þessu fólki er vamlaust fólk, bara aldeilis ekki. Þegar maður var krakki og unglingur og ungur maður, ungur maður, þá bar maður mikla virðingu fyrir sumu fólki og það er alltaf að bera virðingu fyrir fólki. En virðingin verður þó að vera á einhverjum grunni sem er réttum grunni. Hún var það ekki fyrir mér og sjálfsagt fyrir þér líka þegar þú varst bara unglingur og krakki og þá varstu með þetta bara fljúandi eins og bara fugla út allt af virðingu. En svo fórstu að sjá, þegar lífið fór að taka á þér meira og meira, að þetta fólk stóðst ekkert væntingar. Var það áfall? Fyrir mér var það sumpart áfall. En bara kennsla í því hver við erum. Og það hefur alltaf svona verið þakkarefni mitt að vita hvernig fólk er, þannig að maður er ekki í dag ekki með nokkurn mann eða neina manneski á einhverju stalli hvað þetta varðar. En maður var það í ungæði sætti sínu. Við höfum sennilega öll verið þar. Við vorum með sumt fólk í dýrlingatölu alltaf því. Og ég man eftir því þegar ég var að byrja í minni trú, þá bar ég alveg óskaplega virðingu fyrir sumum forstuðum mönnum. Alveg, ég segi nú ekki að við fallið fram fyrir þeim, en kannski upp undir það. En þetta fólk er allt saman bara komið til hliðar. Ég meina að það er þarna sumt af þessu fólki ennþá. En þetta er bara fólk eins og ég, jafningjar mínir. Hvorki hærra eða lægra. Og þetta var það sem Drottinn sagði við mig, að tími þessara stóru pastóra væri liðinn.
Hann var að tala um þetta, að þessi menn myndu allir hrynja af stöllunum sínum í hjörtum okkar. Þannig að ég held að það hafi nú gengið svolítið eftir, því að ég heyri ekki, maður svo sem talar ekkert alla, en ég heyri ekki lengur þennan ræðumann og hinn, en þess að svakalega flotta ræðumann, að það bara, já, eitthvað sem gerist, en hver skipti sem hann tala. Þetta heyri maður ekki lengur. Getur vel verið það sé ennþá, en það er allavega ekki í mín eyru talað lengur. Og ég er bara afskaplega þakklátur fyrir það. Mér finnst það að vera þroska merkins trúaða manns þegar hann er komin á þennan stað, að við erum öll jöfn og þannig talar Biblían. Enginn í þessi meistari. Og hann segir hver vilji vera, sá sem vill vera mestur. Hann segir hvernig hann á að haga sér. Hann segir hann skal vera þjónn allra. Bara eins og bara fótamotta sem allir geta þurrkað sér á. Ég held að það sé nú ekki það sem neinn er að biðja og enginn auðvitað þarf að vera í, en þannig að þetta er bara, hann er að koma inn með hugsunina. Við erum ekkert að pæla neitt í þessu. Við erum bara kristnamanneskjur. Við lútum einum, hann heitir Jesús, þó það á að nægja okkur alveg. Við viljum eitthvað annað og meira, þá náttúrulega megum við það alveg, en það verður þó að vera á réttum grunni. Þannig að þessi dýrlinga tala okkar og vera með mann alveg bara upp í hæstu hæðum vegna þess að okkur finnst það svo frábær. Hann er það ekki. Ekki svo skilja þetta geti ekki verið ágætismanneskja og líklega er þetta ágætismanneskja, en ekkert meira en það. Ég bend á þig, þú ert alveg ágætismanneskja. Og kannski bendur þú á mig og segir sama. En við erum bara þetta og búið. En þetta snýst ekkert um það að ég ágætismanneskjan sé eitthvað fyrir þér. Við erum bara vinir, við elskum hvort annað, sérstaklega því við eigum Krist. Við lútum einum Lordi, svo má segja, hann heitir Jesús. Hann er minn konungur. Eins og einn sagði, og það var opinber frá hæðum fyrir honum, að Guði minn heitir Jesús. Þetta var maður sem kannski hafði marga Guði í sínu lífi og eins og ég kannski, að þeir hrundi allir á stalli. Eins og stóð einn eftir. Og þessi fékk opinberunum að hann héti Jesús. Og ég veit ekki annan að hann sé ennþá með hann sem bara sinn konung og lúti honum. Þetta eru sigrarnir okkar. Þegar við komnir á þennan stað, þó svo margt sem að fellur sjálft sig af öllu hinu sem að við eigum, áttum, höfðum, ræktuðum með okkur og gerðum að einhverju fyrir okkur, en var svo ekki neitt. Því að hver er maður? Hann sé settur á eitthvað stall sem hann bara aldrei sjá ekki heima á. En hver oft höfum við ekki sett þessa menn, þennan og hinn, mannin eða konuna á eitthvað stall sem á þar ekki heima. Og það hef ég séð eins og ég var að tala um áðan að þetta er allt saman löngu horfið úr minni vitund. Og maður einu sinni hugsar ekki það lengur að vera með þennan og hinn nema bara sem jafningja sé sjálfum. Því það er á hann heima og hver ekki annar stað. Og einn er það þannig með fólk, með allir virðingu fyrir fólki, að það er ekkert af þessu fólki sem að stenst þær væntingar sem við oft setjum á það. Hvað gerum við í því? Við tökum bara hvern og einn eins og hann er. Því það megum við gera, það er okkur ætlað að gera. Þetta er eina af kennslunum sem Kristur er með. Okkur haldið að hann segi, elskið hverjir aðra. Við höfum þetta allt í orði Guðs. Elskið hverjir aðra, segir hann. Og það er einmitt kennslan endalausa og frábæra að við náum þessu marki, en ég lofa þér því að þetta er einhvað sem þú þarft að hafa fyrir. Vegna breyskleika þíns sjálfs, þá þú myndir þurfa að hafa mikið fyrir þessu. Og hver veit ekki þetta? Sú manneski er ekki til sem ekki veit þetta. Þetta er borðleggjandi staða. Þannig við sjáum að þá við tölum mikið orð Guðs,
þá alltaf tilefni til þess að segja það sem þarf að koma fram. Og Drottinn það hefur engin neina höngu upp á bakið á Drottni. Hann mun allstaðar sjá að það sem hann hefur að segja náist fram. Allstaðar mun að koma því þannig fyrir að manneskju stígi fram og tali það sem hann vill að sé talað. Þannig að það sem við erum að gera hér í raun og veru að vera að tala út allan heim. Í hverju byggðu bólu út allan heim. Þannig að við sjáum að þetta er stór hópur sem er að verki, bara í þessum töluðum orðum þess vegna. Ég veit ekkert þetta fólk og þú ekki heldur, en Drottinn er með allt þetta fólk fyrir framan augun á sig. Núna bara í þessu andartaki. Svona er Guð. Hann sér það sem ég sé ekki. Hann gerir það sem ég hef ekki hugmynd En að því hann er góður, þá getur hann alveg látið mig vita skipulagið sitt og hann hefur oft gert það og líka við þig. Þannig við tökum undir það að þetta sé verið að tala orð Guðs út allan heim. Og þess vegna á svipuðum tíma. Og eins og sumir hafa sagt og ég tek undir, oft með svipað þema, já, á þess að menn auðvitað hafi grænan grun það að sé á hvað erum við að benda núna? Stóran Guð. Við erum að benda á hann. Hann er stór Guð, en ég bara, já, ekkert lítill kall, ég vil nú ekki tala þessi lítinn kall, en mann sem er að gera það sem Drottinn er að segja og vill að ég geri, vegna þess að trúin hefur komið manni á þann stað að maður ræðir ekki annað, ígrundar ekkert annað en þetta. Vilja Guðs. Og þetta er á bakvið þetta ákveðið þakklæti. Ég vil nú viðurkenna það að fyrir mína parta þá hefur Guð verið mér góður. Hann hefur verið mér afskaplega kær og ljúfur. Og ég er alveg sannfærður það að þú segir sama. Ég eins og þú hef oft kvartað yfir því að mér finnst atgangurum vera full mikill. En hvað það? Hvað með það? Drottinn spyr mig á móti, en hvað hefur gerst að því sem þú óttaðist? Já, mér verðst tunga tönn. Því að það gerðist aldrei neitt. Það er nú eitt af því sem að Drottinn bendur okkur á. Það hefur nú bara aldrei gerst neitt þannig séð sem að var þetta alveg svakalegi skaflar sem við áttum von á. Þau kom aldrei. Þannig að við sjáum nú, þarna erum við konir að huganum okkar sem að spinnur og vinnur og býr til og setur okkur á þennan stóð og hinn vegna þess að við búum þetta allt saman til í huganum okkar. Hver er raunveruleikinn? Hann er ekki til, hann er allt annað. Og svo er niðurstaðan þessi, þegar við komumst á réttu staðinn okkar, að það gerðist nú aldrei neitt. Og stundum fer bara Drottinn með þetta yfir þetta með okkur og við rekjum nokkra staði jafnvel þar sem við vorum kannski með alls konar pælingar uppi sem ekki voru góðar. Og niðurstaðan var, það gerðist ekkert þarna, það gerðist ekkert þarna, það gerðist ekkert þarna, það gerðist ekkert þarna og það gerðist ekkert þarna. Og eftir stendur svo spurningin til mín og okkar, akkur skyldi eitthvað gerast á núna? Það mun ekkert gerast. Þannig við sjáum við þurfum að fá styrk úr trúnni sem við erum buga öllu þessum þanga. Og þetta á ekki við bara eina manneskju. Þetta á við okkur öll. Alltaf. Á hverjum tíma. Og sem auðvitað er undirstrikun þess að við þurfum á Jesú að halda, ekki oft, ekki sjaldan, þetta er mjög oft. Og meira en oft reyndar, alltaf. Og alltaf er nú dálítið vítt hugtak, eða ekki? En þetta er það sem að Drottinn uppáleggur okkur að gera. Og við skiljum þetta betur, orðið, hann vaki yfir okkur, þegar við erum komnir á þennan stað að sjá okkur sjálf þarna. Þetta er engin áfellisdómur yfir einn eða neitt, þetta er bara, manneskjan er svona. Við erum að athuga það
það skeiði svakalega vondu verk við skilningstré góðs og ills. Það var þessi aðskilnaður manns við Guð. Guð skóp mannin með sjálfan sig í huga í manninu. Og hann átti að vera bara drifkrafturinn í manninu til góðs. Og hefði hann fengið að ráða því sem hann vildi ráða, þá þekktu við ekkert af neinu af þessu sem við erum að glíma við. Og sagan segir okkur á skelfilegan hátt. Við myndum aldrei hafa þekkt það. Hvernig tekur þú svona boðskap? Ég veit ekkert það, sjálfsagt tekur honum illa ef þú ert á þeim stað í þínu lífi að trúi ekki á Jesú Krist. Þá sjálfsagt tekur honum illa. En þetta það sem orð Guðs að kenna og ég trúi orðið Guðs og trúi því að svona sé þetta og ég reyndar veit að svona hefði þetta orðið ef þessi ágæti maður Adam og Eva og konas hefðu ekki tekið sína afdrifaríku ákvörðun. Hve oft hef ég og þú ekki tekið afdrifaríka ákvörðun sem að breytti öllu fyrir okkur. Ætli mín afdrifaríkasta ákvörðunin hafi ekki verið þegar ég ákvað það að vera stór kall og byrja að drekka áfengi. Ég leit nú þannig á það á þeim tíma því að ég leit upp til þessara vina minna sem að þá voru togarakallar. Við vorum svolítið hændir að þeim, sumir strákana, og urðum svo sjómenn sjálfur og togarakallar. Og þeir voru alltaf fullir í landi og manni fannst þetta mikið og skemmtilegt líf. Og svo fór maður á togara og svo fór maður bara að sulla í brennivíni. Og það var mín fallbraut í raun og veru, það versta og leiðilegasta ákvörðun sem ég hef tekið fyrir mitt líf. Ég hef nú verið heppinn maður að því leyti til að öðru leyti en þessu hafa ákvarðanirnar mínar bara verið svona í normal ástandi. Eins og ég oft talað að þá er slóðin mín bara nokkuð svona hrein og tær. Og enga brunarústir eða fallbrautir þar þannig séð nema þetta þessi kafli, þarna 8 ára kafli þegar maður var að sullast í þessu áfengi og misti þetta tökin á því mjög fljótlega. Það er hægt að komast út úr þessu öllu. Við eigum hjálpara. Ég veit í dag hver hjálpaði mér, það var ekki ákvörðun mín, en hún hjálpaði mér til þess að fá hann til mín. Ákvörðun mín, það er okkar verk, því að hann kemur ekki nema ég vilja að hann komi og ég tók ákvörðun, vissi ekkert hver það var sem ég var að kalla til. Og þá líka skeði það. Og ég fann að það var eitthvað farið úr hjarta mínu sem fékk mig til að drekka, þetta áttaði ég mig strax á og ég sagði ég mun aldrei aftur drekka áfengi. AA-mennirnir, vinir mínir, þeir eru alveg svoleiðis bara roðna og blána þegar þeir heyra svona. En þetta er það sem ég hef gengið út á í yfir 40 ár með kæri vinur. Þannig ég er ekkert að tala neina bábilju. Það var bara búið. En það var hellingsvinna eftir í frágangi því að þessi einstaklingur, myndalegi einstaklingur sem ýmist að fitna eða grennast, þurfti að taka til eftir sig. Og það var meiri vinna og hefur tekið lengri tíma heldur en tími drykkjunnar varði. Og það á sinn hátt má segja að sé ennþá í gangi. Það er fullt af leggjum út frá þessu lífi sem eru ennþá að plaga mann. En þeir eru nú, og svo er Guði fyrir að þakka, þeir eru nú flestir farnir. En ég finn ennþá leggi inn í þetta svarta líf sem ég kalla. En enginn af þeim er samt á þeim forsöndum að hann sé eitthvað að kveikja manna löngu til þess að fara aftur á þennan stað. Það var ákvörðun sem ég tók að ég myndi aldrei aftur gera. Og ég man eftir því ég var svo ákveðin í því og það hefur nú heldur betur gengið eftir að ég sagði ég er tilbúin til þess að þola allt sem lífið kemur til með að færa mér en ég mun aldrei ganga inn í þetta vítið aftur. Sem sagt, það var verra
öllu öðru sem ég mögulega og hugsanlega gat lent í. Og þessu trúi ég enn þann dag í dag. Þetta eru svona þræðir og þættir sem Drottinn hefur sett í þennan einstakling. Og það finnst mér vera, fyrir mig hefur það verið gríðarlegur styrkur. Þannig að ég og Drottinn saman höfum alltaf verið þessir nánu vinir. Ég veit ekki hvernig þú tekur þessum orðum, en svona hefur þetta verið. Og þetta auðvitað magnaðist upp daginn sem ég frelsaðist, því að þá vissi ég þetta allt. Ég vissi að þarna stóð Drottinn að verki. Og það einfaldaði alla myndina. Og konungurinn minn, Drottinn minn heitir Jesús. Ég hef gert það í þessi 30 ár, ég raun og veru 40 ár, þegar ég vissi, rúm 40 ár, þegar ég vissi hvað hafði gerst og hver var að verki. Ég segi það, hann heitir Jesús. Hann var höndin sem kom út úr myrkrinu og tók það burtu sem fekk mig til að drekka áfengi. Ég veit það í dag, en ég vissi það ekki þá. 10 árum seinna, þarna 10 ára millibil. Sem ég raun og veru ekkert var að gerast í fyrir mitt líf. Maður var bara í sinni kröm. Maður var bara í sínum hugsunum sem voru stundum ekkert góðar. Og einhverjum og sérilagi vondara því leyti til að það bældu mig svo mikið niður. Kannski þetta gleðifregn fyrir eitthvað, ég veit það ekki, en hann má þó skamma sín og byrja núna ef það er. En þetta var svona fyrir mig. En svo fóru leysingarnar að koma og ég sá á einu stað, Drottinn leiddi þetta skrifi, að það voru fleiri en ég sem hefðu verið að glíma nákvæmlega sömu glími og ég var að glíma við, og það var nú aldrei sléttir til ég frétta því að sjálfur var maður með þá hugsunum að vera verri öðrum mönnum. Ég veit ekki hvort að þú kannist þetta, en svona var þetta nú tíma hjá mér. Og svo sá ég að það voru fleiri þarna sem voru á þessum stað, og það var nú bara gott að vita að voru aðrir jafn vondir og ég. Svona hefur þetta nú alltaf leitt rakið sig hvað á öðru, að því við erum með réttar forsendur til þess að fá þessi svör. Sjáuðu ekki hvað Jesús vill gera? Hann gerði þetta fyrir mig, og ef hann vill gera þetta fyrir mig, þá var alveg pottþétt að hann vill gera þetta fyrir þig líka. Þú kannski hefur ekki reynslu sem og ég, og líklega ekki. Þú ert með ekkert, kannski sumir kaflar í þínu lífi kannski ekkert skárri heldur en kaflar í mínu lífi voru. Þannig að við erum öll á sama bát. Það er langt síðan ég sá það. En yfir þessu tróni Jesú, hann er með svörin fyrir okkur að því hann veit allt. Þetta er stórt að segja svona. En við vitum að Jesús veit allt, og ekki bara veit allt, getur allt. Og sá sem getur allt, getur líka læknað þessi gömlu mein og sár og gert heil. Hann hefur svo sannarlega gert það í mínu lífi. En eins og ég var að segja áðan, þá eru leggir út frá þessu dökka lífi sem eru ennþá til staðar, og ég veit að því. Af sömu sem maður lenti í þá, eiginlega hefur maður aldrei náð sér alveg af. Það er svona mín reynsla. Sjálfsagt hefur þú sömu reynslu sem maður lentir illa út úr þessu helsi áfengis. Þannig að víndýrkun er ekki til í mínu lífi og hefur aldrei verið til eftir þetta. En ég veit að víndýrkun er mikil í samfélaginu. Við sjáum þetta bara núna í COVID, og mönnum finnst það öllu verra sem vont er að nú er búið að loka börum og svona. Og við sjáum í sjónvarpi og í fréttum að þegar á að fara að liðka eitthvað til og opna aftur, þá var alltaf byrjað á því að tala við þess að bara eigendur. Og það eiga menn víst að koma til að skemmta sér.
Svo fóum við fréttirnar daginn eftir að voru nú einhver sem fékk glóðarauga og einn misti tönn og svona framvegis og einhver konu var nauðgað og svona. Allt undan vegna þess að menn voru orðnir drukknir og vitlausir, svo við sögðum hérna í eina tíð. Hvar erum við? Hvar er hjarta okkar? Ég vil að mitt hjarta bara tengist Jesú. Og ég vil hvetja þið til sömu iðkunar. Ég veit hver Jesús er. Hann er með okkur á jörðinni, með báða fætur á jörðinni og hann fær okkur til þess að taka á málum með raunsæjum hætti. Það er nú bara þannig. Og hver á okkur kann ekki vel við það að taka bara á málum með raunsæjum hætti. Ég er að horfa upp, ég er að horfa á klukkuna og þá horfi ég á ljósið og ég sé varla á klukkuna vegna þess að ljósið er að blinda mig. En erum við ekki bara búin að tala nógu? Þetta ekki verið ágætt hjá okkur. Segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram og við örugglega tökum eitthvað ennþá betra efni fyrir næst í Jesú nafni. Svona er Jesús.